Já, Sigþóra, til hamingju með árangurinn. Þú ert svona kannski svolítið ný í hlaupageiranum og kannski ekkert margir sem að þekkja þig. Hvaðan ertu? Já, einmitt. Þannig að ég er frá Akureyri, en ég er rauninni uppalinn í Mývatnssveit. En er búsett á Akureyri núna og hef verið að, hlaupa bara með Akureyringunum. Já. Hvað er langt síðan þú byrjar að hlaupa svona einhverju marki? Já, ég byrjaði svona aðeins að hlaupa 2016. Ég byrjaði á hlaupanámskeiði hjá ÖFA Eyrarskokk og var þá bara einhver cirka 2 ár, bara svona aðeins eitthvað annað slagið að hlaupa. Já. Það má segja svona árið 2018 þá ég byrjaði að hlaupa svona markvisst eftir að eignaðist yngri sonur minn. Og hefur rauninni bara verið að hlaupa og hlaupa síðan þá. Já. Komið hlaupa bakteríuna. Já, einmitt. Þú náði náttúrulega frábærum árangri í fyrra með maraþontímaðinn. Já. Var það eitthvað sem þú varst búin að einsetja þér að gera, að ná þessum tíma? Vissirðu að þú áttir þetta inni eða hvernig svona uppleggi fyrir það hlaup, Beylunarhlaupið? Já, einmitt, jú. Það var alveg algjör klárlega stefnan að fara undir 3 í ár. Ég ætlaði að gera það í fyrra en bara hlaupa bara hliðruðst út af COVID. Já. En einmitt að ná þessum tíma, það var bara alveg frábært. Já. Sérðu fyrir áframhaldandi bætingar, svona, ertu með væntingar það? Ertu að stefna á bætingar í götuhlaupunum? Já, ég ætla að halda áfram í því í sumar og ég er ekki alveg búin að ákveða hvort ég ætla að hlaupa maraþon aftur á næsta ári, eða í ár. En ætla að bæta mig í 10 og hálfu og hálfmaraþon var eina hlaupi sem hljóp ekki seinasta sumar, þannig að ég verði alltaf að reyna að ná góðum tíma þar líka. Já, þannig að maraþon er ekki alveg útséð með það? Já, ég er ekki alveg búin að ákveða, kannski hvort ég teki haust eða næsta vor. Já. Hvað með utanvegahlaupin? Ertu eitthvað byrjuð að hlaupa þau? Já, ég er náttúrulega, kannski má segja að ég er kannski smá byrjuð í þeim. Ég er búin að hlaupa Laugaveginn, það var 2017, 18. Já. Og hef rauninni fyrir að taka þau bara svona með þannig slagið. Mér finnst mjög gaman að hlaupa utanveg líka, en ég er bæði gaman að hlaupa hratt og bæði gaman að hlaupa utanveg, þannig að ég langar bara svona svolítið einblína á götuhlaupin núna. Já. Og ég er örugglega einhvern tímann aðeins meira í utanveghlaupin, en mér finnst gaman að taka þau bara svona með fyrir svona styttri vegalengdir. Já. Æfingaprógrammið núna, ertu með einhvern þjálfara eða ertu með bara ÖFA Eyrarskokk eða hvernig er staðan á því? Já, ég er með þjálfara, það er Arnar Pétursson. Já. En ég samt reyni alveg að mæta stundum á ÖFA Eyrarskokksæfingar og svona vera með hópnum á félagsskap. Já. Svona getur verið einmann að maður sé bara að hlaupa mikið einn. Já. Núna er ég kannski að meira einblína á styttri hlaupin. Ætlaði að taka þátt í MI sem er núna 2 vikur. Þannig fekk COVID fyrir 3 vikum og svona ennþá aðeins að ná mig upp eftir því, en ef það gengur vel næstu 2 vikuna þá stefni ég að mæta þar og en svo fer ég bara í aðeins meira á götuhlaupin í drygu sumri. Ég heyri að þú ert með fjölskyldu? Já. 2 börn eða ekki? Jú, 2 börn, einmitt. Hvernig gengur svona samþætt að hlaupa lífið með fjölskyldulífinu? Já, einmitt. Þetta getur stundum verið svolítið mikið púsluspil, sko. Sérstaklega sem að maðurinn minn vinnur á sjó, en við höfum samt gott bakland hana og reynir bara svona skipuleggja tíman. Já, og auðvitað er það lykillinn að þessu, það er að búa til plan og þá nær maður þessu alveg. Nákvæmlega. Heyrðu, bara hlakka til að sjá þig áfram á hlaupabrautinni í hlaupunum og vonandi nærðu bara að bæta tímana þín og bæta einhver met jafnvel. Einmitt. Heyrðu, til hamingju aftur. Takk hérlega.